Guðbrandur, kosningarna voru kannski ekki alveg eins og þú hefði viljað sjá, það munaði litlu, en hvernig staðan núna? Ertu sáttur með þessa stöðu? Ég var í fíli nokkra daga en svo jafnaði ég mig á því, en ég er mjög kátur með það sem að gerast núna, að beinlið skuli vera áfram með meirihluta. Það skiptir framboðið miklu máli að sú stefnuskrá sem við lögðum fram í aðdraganda kosninga sé að raungerast í nýjum málefnasamningi og þannig að við erum bara ánægð með okkar hluti í þessu öllu saman. Eru góð mál þarna inni eflaust sem að þið hafi haft áhrif á? Alveg örugglega. Við lesur stefnuskrá frambúðana fyrir kosningar þá sérðu það að bein leið hefur sett sitt mark á þennan málefnasamning. Við erum auðvitað búin að vera mjög upptekin af fjármálum sveitarfélagsins og við munum sinna því að eins og við getum á næsta kjörtímabili, það skiptir auðvitað öllu máli. Síðan eru fullt af öðrum málum hann inni sem að við lögðum áherslu á í aðdraganda kosninga og erum bara mjög ánægð með að hinn framboðin hafi viljað taka þátt í þessari vegferð með okkur. Við fórum inn í þetta samstarf á jafnræðisgrundvelli og okkur hefur tekist að gera það bara ágætlega. Kolbrún Jóna Pétursdóttir, varabæjarfulltrúi, en þú ert með formennsku í nefnd og annað. Hvað geturðu sagt okkur um það sem framundan í nýrri bæjarstjórn frá þinni hlið? Það opnast náttúrulega einhverjar aðrar nýjar dyr þegar eitthvað lokast, þannig að ég ætla að taka við formennsku í framtíðarnefnd og við munum taka fyrir einhver skemmtileg mál og skoða framtíð bæjarins í henni. Þar fæ ég væntanlega að láta ljós mitt skína og kynnast nýju fólki. Hvað verður tekið fyrir í framtíðarnefnd? Eru það einhver óleyst mál eða erum við að tala um stærri mál, framtíð Helguvíkur eða á öðrum sviðum? Við sjáum fyrir okkur að framtíð Helguvíkur verði kísilvera í Helguvík verði tekin fyrir í framtíðarnefnd. Af því það ekkert á borðinu hvernig við getum losnað við það eða hvort við getum það yfir höfuð. Þannig að það verður svo sem kannski eitt af verkefnunum. Og svo sem ég man eftir svona í fljótu, það stytting vinnuvikunar hjá Reykjanesbæ gæti verið skemmtilegt verkefni að skoða. Hvort við getum hrindi í framkvæmdir svo annað. Guðbrandur, þú sagði fyrir kosningar eða þið voru með í kosningabarðinu að þið væru með svona mörg skemmtileg mál. Geturðu nefnt mér eitthvað smáis sem að þið náðu að setja inn í málefnasamning og ætlaði að láta gerast á næsta kjörtímabili? Já, bara breytingar á umhverfi og aðbúnaði eru þetta mál sem að skipta okkur öll máli. Hvað við getum gert þegar við eigum frí í vinnunni eða þegar við erum ekki upptekin í öðru. Okkur langar til þess að fjölga samveru svæðum þar sem fólk getur komið saman og notið sín og það skrifað inn í þennan samning að skoða það með hvað hætti við getum gert slíkt. Við viljum styðja við baki á menningunni og það hefur verið keppikefli beinnar leiðar alveg frá stofnun framboðsins. Þar ber auðvitað hæst að byggja menningarmiðstöð á Fiskirsreit sem gæti verið mjög skemmtilegt verkefni, koma þangað bókasafni og kaffihúsum og ýmsu þar sem að fólk gæti verið og notið sín. Nú eins laus aðstæða upp í Sundmiðstöð sem var hægt að innrita og búa til skemmtileg svæði. Nú síðan eru bara grænusvæðin okkar út allan bæ, Vatnsholtið og Njarðvíkurskógarnir og ýmislegt sem að hægt að skoða. Þetta eitt af því sem við lögðum áherslu á í aðdraganda kosningana og við erum síðan að horfa á þessi, þau kalla þetta graffa, en skreita veggi og gera svolítið líf. Okkur vantar svolítið líf, við erum svolítið grá og malbikuð og við þurfum aðeins að breyta því. Það pínleiti grátt að núti Helguvík, risastórt mannvirki sem að mjög, ef ekki flesti bæjarbúar eru hreinlega bara eru á móti að það sé starfsemi þar. Hversu líklegt að það verði starfsemi þarna áfram? Þú hefur verið eindregið á móti þessu undanförnu. Hvernig sérðu þetta fyrir þeir gerast? Ef ég ætti að segja mína persónulegu skoðun, þá líður mér voðalega vel þegar slökkt á þessu. Ég veit ekki hvað ég get gert frá svona lagalegum grunni, en ég mun auðvitað gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að tryggja það að íbúum þessa svæðis
líði vel við að búa hérna. Og ég mun ekki undir neinum kringumstæðum samþykkja það að það sé verið að spúa hér eitri yfir fólk. Ég gerði það ekki á síðasta kjörtímabili og ég mun heldur ekki gera það á næsta kjörtímabili. Að lokum, Kolbrún, þú þekkir málin mjög vel inn í Helguvík varðandi rekstur kísilversins. En þetta eru verulegir fjármunir fyrir Reykjanesbæ og höfnina sem að þú ert búin að vera að vinna í. Já, þegar upp í staðið þá er þetta nú ekki eins gífurlegir fjármunir fyrir okkur. Það töluverðir peningar sem fara í það að framkvæma það sem okkur ber samkvæmt þessum samningum. Þannig að ég held að það sé ekki stóra málið fyrir Reykjanesbæ að þetta hætti. Það er miklu alvarlegra ef að verður hérna starfsemi sem að kemur með þessa mengun sem fylgir þessu, sko. Allir í stuði fyrir næsta bæjarstjórnarfund? Já, ég minna við erum bara tilbúin til góðra verka og þessi hópur sem hefur unnið þessum málefnasamningi, honum hefur tekist mjög vel upp. Það búið að vera góður andi, þetta fólk svona sem með svipaða hugsjónir og svipaða svona lífssýn, þannig að ég hlakka bara til, þetta verður mjög skemmtilegt og ég alveg viss það að þessi meirihluti mun skila góðu verki. Gangi ykkur. Takk fyrir það.